Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komin góðir gestir beint af sýningu á kvikmyndahátíðinni RIFF. Hvað aftur RIFF skammstöðum fyrir? Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík eða Reykjavík International Film Festival. Alveg rétt og hún í fullum gangi og í gær var sýnd frönsk heimildamynd svona Ísland á vegi lýðræðis þessa tilraun, búsáhaldabyltinguna og hvað varð hana og eiginlega gegnum svona þjóðfundi og ýmislegt stjórnlagaþing og hvað varð nýju stjórnarskrána. Það var svolítið langur tími í þessari heimildamynd og ég hitti mjög góða gesti sem voru til í að stökkva inn í stúdíu og aðeins að rappa þessa mynd en kannski ekki síst bara svona nota tækifærið og líta aðeins öxl og pæla í búsáhaldabyltingunni og hvað gerðist stjórnlagaþingi og því. Þetta er Sölvi Halldórsson, rithöfundur og kynningafulltrúi RIFF. Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri. Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita. Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur. Þetta er eiginlega bara stórskotalið og Þórhildur sat nú í stjórnlagaráði og þú kemur þarna fyrir í myndinni mitt og fannst mér áhugavert, einna svona áhugaverðast eiginlega í myndinni, það sem þú sagðir aðferðafræðina sem að þú einhvern veginn eins og það var svona maður skynjaði að það hefði átt sér stað svona einhvers konar þakklátt yfirfærsla þekkingar og reynslu þekkingar líka að það var þessi aðferð sem að þið notuð í kvennalistanum sem að þú eins og lagðir á borð með inn í stjórnarskrármálið. Getur við kannski byrjað að segja okkur bara frá þessu? Já, það var nú bara, sem ég sagði þetta í myndinni, við héldum nokkru óformlega fundi áður en formulega starf hófst og það var á einu þeirra, ég man að það var 12. desember, ég man alltaf í Neskirkju og Örn Bárður var í stjórnlagaráðinu og lánaði húsnæði, að þá talaði ég að við yrðum að hyggja því hvernig við ætluðum að fara að þessu vegna þess að við erum að hafa í huga að hvað svo sem við skrifum þá kæmi að til kasta Alþingis að fjalla það og taka ákvarðanir og það væri alveg meiningarlaust ef að 25 skoðanir kæmu fram í stjórnarskránni og maður hafði séð í þegar að stjórnarskrárnefndin sem starfaði eftir þjóðfundin, hún skrifaði með 2 álitum og þá ertu leiðbúin að gefa upp svona veikleika í starfinu og ég bara sagði að við yrðum að koma okkur saman það að vinna eftir svo kallari konsensusaðferð, það er að segja að komast að sameiginlegri niðurstöðu þannig að það kæmi ein skoðun til Alþingis en ekki 25. Og þetta var aðferðin sem við notuðum alltaf í kvennalistanum og þetta getur verið tímafrekt en þetta er afskaplega gagnlegt ferli líka vegna þess að það er ekki bara já og nei og svo er bara rétt upp hönd og ég stendur við mína skoðun og þú stendur við þína skoðun, heldur þroskast skoðanir ég þarf að útskýra fyrir þér af hverju mér finnst þetta, þú þetta er að samfæra mig eitthvað annað og við skiptum og þannig verður til ferli sem oftar en ekki leiðir til þriðju skoðunarinnar og ég nota bara oft skal ég segja þér tilvitnin í UNESCO leikritahöfundin sem að sagði það eru 2 hliðar á hverju máli en það er svo þriðja sem skiptir máli og það er eitthvað sem gerist oft í svona konsensferðli, það koma upp nýjar skoðanir, nýjir fletir og allt í einu bara alveg morgunljóst auðvitað á þetta að vera svona en ekki eins og ég sagði áðan. Þetta þýðir auðvitað að allir þurfa að láta aðeins af sínu get ekki alltaf fengið allt sitt fram, allir 25 voru óánægðir með eitthvað, það er á meðal og ég ætla ekki að fara að tíunda hvað ég var óánægð með, en það skiptir bara ekki máli, við búum í samfélagi sem samanstendur af einstaklingum sem hafa mismunandi skoðanir, en það er alveg svo bara í hverju fjölskyldu, við þurfum að ná konsensus í fjölskyldum, það þýðir ekkert að setja 2 börn upp á móti öðrum 2 og segja svo bara stál í stál, þú verður að komast að niðurstöðu. En stundum náttúrulega eins og í fjölskyldum þá kemur einhver svona, hvað er það,
yfirlætisleg sátt eða svona sátt sem að einhver kannski sá sem frekastur bara ákveður að þetta sé sátt og þar ásýst það kannski ákveðið þöggun. En þú ert leikstjóri sem að þú þekkir þetta úr hennum leikaranferðli það sem að gefur svolítið langur tími eða ekki í spekulasjóninu og í þetta óræða samræðaferðli. Nákvæmlega, það ég held að sé nefnilega gaman skuli benda á þessa tengingu því að þetta náttúrulega þegar maður leikstýra það hefur ekkert upp á sig að koma ofan frá skipaleikurunum að gera þetta og hitt vegna þess að ef það ekki þeirra þá þeir bara vondir og þannig að það verður alltaf að það verða, fólk verður að finna sjálft áralagi. Þú ert kannski með kortið og segir við ætlum að reyna að komast þarna á þessa eyju þarna og þú ert með kortið og svo setjast allir undir árar og það kannski róið í sitt hvora áttina og mikill buslugangur og læti og menn missa árarnar og allt gengur á. En ef að vel til text þá endar það með því að allir hafa fundið sama árarlag og lært á síðan eigin ár sem rær eins og hinnar og þannig nær fólk landi og það rauninni alveg saman svo gerist í konsensus. Það var kannski, fast mín áhugaverðast við þessa mynd líka það var allavega mjög áhugavert, þessi svona áherslu á aðferðafræði. Nú kemur þú til landsins eftir áralanga dvöl erlendis og ég kom nú líka og við hittumst einmitt í þessu, þetta var svolítið skemmtilegt, mér finnst það kannski ekki komið nógu vel fram í myndir hvað mikið af listafólki og fólki sem hafiði raunverulega ekkert verið í að starfa í pólitík, fræðafólki líka, eftir hrun, það varð svona einhvern veginn þetta ákall að allir í bátana og hugsa upp þessar aðferðir. Hann lýsir í Lárus Ýmir mauraþúfu aðferðinni sem var notuð við þjóðfundin, þar sem einmitt sett fram einhver sýn, menn koma sér saman sýn og fara eiginlega aftur á bak frá sýninni. Sem sagt ekki að byrja að þjarka aðferðirnar. Hvernig fannst þér svona, ef þú rifjið bara upp, hvernig það var að koma til? Já, ég sem sagt kem tilbaka til Íslands eftir 30 ára dvör erlendis árið 2008, bara beint inn í hrunið. Og hafði mjög mikinn áhuga á þeirri vinnu sem fór á stað í sambandi við þjóðfundin og var með því að þjálfa svona borðstjóra og var þarna hafði yfirleitt yfir 8 eða 12 borðum á meðan á fundinum stóð og ég hef í minni vinnu í sambandi við sjálfbærni leitt alls konar vinnustofur einmitt það sem byrjaðar á framtíðarsýn og síðan finnur maður skrefin þangað. Og mér fannst þetta mjög vel útfært hjá þeim sem stjórnuðu þessu og ég veit að Lárus Ýmir og fleiri voru þar lykil fólk og það sem að mér fannst svo sorglegast í lokin var það að þarna var þessar frábæru niðurstöður sem þjóðin kom sér saman en svo var ekkert gert með þetta. Það var engin eftirfylgni, en það var þetta náttúrulega kannski frekar svona, þetta var kannski svolítið, ég er ekki að gera lítið úr því, en munið það var svona prentað á bolla heiðarleiki, var það ekki orð, svona aðalorði sem kom út í, en vantaði svo kannski mitt svolítið leiðirnar til þess að fara. Nei, já, fólki vildi heiðarleika, það var það sem það komið sér saman en svo voru þeir sem að sátu við stjórnvöldin, þeir voru ekkert að pæla neitt mikið í þessu. Fannst mér. Það er mjög aðtegnast og þessum fundi var heldur ekki ætlað að benda á leiðir heldur einmitt bara að koma sér saman hvaða gildi vilja Íslendingar sameinast, hvað viljum við hafa að leiðarljósi en ekki strategískar leiðir endilega að markinu. Nei. Svo kemur svo kemur nú fram í myndinni að það er mikill kraftur þarna í að hugsa aðferðafræðina, að hugsa lýðræðið og endurnýja það. Fólkið einhvern veginn kemur saman og alls konar. Þetta var náttúrulega margbreytilegra en sýnt í myndinni en síðan koma svona ákveðin vonbrigði sem birtast í myndir. Hvernig fannst þér hvað fannst þér svona dramað í þessari mynd ef við aðeins? Þessi mynd miklu frekar bara áhugaverðari sem bara eitthvað að tala umræðupunktur en það fyrsta mynd höfundar en hann byrjar að leggst í gerna eftir Charlie Hebdo eftir að honum vegið að lýðran í Frakklandi eða verið að myrða
fjölmiðlafólk og Ísland hefur verið þetta svona skínandi ljós heimsins sko, við fangelsuðum bankamenn og við byggum til nýja stjórnarskrá sjálf og við erum minni að greipa eins og það komur rosalega mikið spánverjum sem voru að sækjum sko 2009 því þá vildi allir taka þátt í þessari miklu lýðræðisbyltingu sem var að verða á Íslandi og kallaði hann ekki eitthvað Borealis effektin, þar sem að menn sæju bara Íslandi í ykkur og Norðurlöndin í ykkur norðurljósa bjarma. Ekki orientalismi heldur Borealis. En svona var þetta, hann kemur held ég væntanlega til þess að fjalla þetta sem einhvers konar fyrirmynd en síðan kemst hann alltaf fljótlega að því að það var stjórnarskráin var aldrei lögtekin þannig að og þar með segja og niðurstað hans Ísland bara eins og önnur lönd sem öll að díla við alls konar vandamál og þannig að já við erum ekki því miður kannski þessi skínandi fyrirmynd en mann alltaf lítur að velta því fyrir sér hvað fór úrskeiðis af því að það alltaf niðurstaðan á þessu þetta tókst ekki og þetta var náttúrulega gríðarlega áhugaverð tilraun og þarna stóð þjóðin á ákveðnum krossgötum stóð á krossgötum og mistókst að beygja en þetta var tækifæri til þess að velta fyrir sér þetta voru ógeðandi tímar en þetta voru líka tímar vonar þar sem að verða að hugsa allt upp á nýtt og bara spá í hvernig þjóðfélag viljum við búa til og bara samræður fólks á milli og alls konar hugmyndir að gerast en ég held að það sem hafi gerst hvað úrstíðist það meira umverulega lýsa með einu orði og það ICEF og það kemur til þessari mynd en öll þessi mikla umræða lýðræðisumbætur og framtíðina hún kapnaði alveg bara í ICEF því ICEF var það sem allir voru að deilum og allir voru að tala og skipti þjóðinni í fylkingar og þannig allar aðrar hugmyndir urðu undir þeim valtar og til þess held ég svolítið að sá leikur hafi verið gerður að þeir sem hafa komið illa út úr hruninu pólitískt eins og Ólafur Ragnar eða Davíð Oddsson, þeir fóru bara að keyra á ICEF og svona vondu útlendingunum og það tók yfir alltaf umræðu. Verða bjargvættir aftur? Já, og við erum óumdeildur sigurvegari hrunsins til skemmri tíma og kannski lengri tíma litið Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem að vinnur glæstan kosningasigur 2013 þar sem Framsóknarflokkurinn stærri eða jafn stór og Sjálfstæðisflokkurinn og mögulega mynda síðustu 2 flokka ríkisstjórn í sögu lýðveldisins en hann náði tökum á umræðunni og við sem því miður líka séð þetta allstaðar annarstaðar að niðurstöður hrunsins hugmyndafræðilega ekki einhvers konar lýðræðisvakning eða vangaveltur framtíðin eða þjóðlösubygginguna að niðurstöður hrunsins voru útlendingaandúð, reiði sem var beint og hatur oft og ótti við framtíðina og það og ég held að við sem ennþá að díla við það af því að þarna brast einhver heimsmynd en það kom engin í staðinn. Talandi heimsmyndir og leikmyndir að við vorum að tala um þetta leikstjórinn sem að gefa tíma til þess að leyfa mismunandi heimsmyndum og leikmyndum og að koma upp en þarna ryðjast einhverju raunverulega framfyrir og ákveða og koma með niðurstöðu eða hvað og síðan hefur ekkert verið mjög mikið svona tómarúm gefið virðist vera til þess að ræða málin en kannski höldum aðeins áfram með þá pólitísku pælingu eftir mér langar til að heyri þér Sölva því að þú stjórnaðir svona spurningum og svona samræðu og eftir sýningun í gær komu margar áhugaverðar spurningar en mér langar að spyrja þig sko persónulega þú ert svona yngstur á okkur og hvernig horfði þessi mynd við þér, voru þetta einhver ný tíðindi? Já, ég var náttúrulega bara að horfa á heimildamyndum sögulega atburði á Íslandi snemma á 20. stöndinni. Ég er 25 ára, ég var 9 ára og 10 ára þegar þetta var að gerast á Akureyri. Manstu eitthvað eftir þessu? Voða lítið, ég man bara þetta var mjög alvarlegt en síðan ég bara mjög þakkláttur Steve Wilhelm að gera svona heimildamynd og til að geta einmitt séð þetta og akkurat sérstaklega að utanfrá bæði með þessu franska sjónarhorni en líka í rauninni að hann að taka hann upp 2017 og svo það vinna hana síðan þá þannig að þetta líka eitthvað ferlega tíma á þessa atburði því að það er alls konar kastljós á netinu og YouTube hægt að horfa á fréttaskýringar hann verið að taka púlsinn setna þannig að mér finnst það alltaf skemmtilegt að sjá sko en einmitt og já, sem varum að ræða þetta eftir á myndina og tala um einhvern veginn
Jú, hann var að taka hann upp 2017 og þá voru ég einmitt Valur ósammála. Ég sagði, já, hann bara svo margt búið að gerast líka síðan 2017 og þá kannski ekki alveg það kannski ekkert svo margt búið að gerast í stjórnarskrármálinu síðan 2017 en ég var að hugsa svona þess að menningarlegu nærveru á stjórnarskránni. Ég einhvern veginn keypti hann af sögukennarana mínum eftir að ég útskriftur Emma 2019, þetta söguleg bók en já, ég fór að hugsa bara eins og Ólafur Ólafsson og Líbia Castro sem að tóka þetta til umfyllunar mjög mikið og fengu myndlistarverðlaunin fyrir og maður svona finnur alveg fyrir fjarveru íslensku stjórnarskrárinnar og þó hún hafi ekki verið tekin í gildi þá einhvern veginn hún svona já, kannski þetta að hugsa þetta bara sem kannski alls ekki að gera það hvort þetta sé svona gjörningur sem hjálp mann að hugsa lýðræðið eða bara hugsa þetta sem eitthvað svona minnisverða listaverk svona skúltúr. Já, það getur verið jákvæmt að líta þannig og einmitt hugsa þá þetta mikilvægt að minna á söguna og minna á hana til að bara gleymast ekki. En ég held að kannski fyrir mörgum var þetta, margir lögðu mikla vinnu í þetta og svona og urðu fyrir held ég alveg gríðarlegum vonbrigðum og það hefur verið reynt og þannig kemur Katrín Jakobsdóttir fyrir í myndinni og hún sem sagt afgreiðir málið það ekki eins og tekur málið dálítið í annan farveg á sínum tíma og síðan var einhvern veginn ekkert úr því heldur þannig að þetta er búið að vera svona Þórhildur ekki búið að vera svolítið svona vonbrigðaferli eða hvað? Þú getur ekki bara eins og Sölvi sagt þetta sé svona áhugavert listrænt ferli það er sko vonbrigði þannig að ég verð nú að viðurkenna að ég gerði mér aldrei mikla vonir og það er kannski vegna þess að ég hef bara enga trú á þessu alþingi okkar og mér finnst þessi mynd náttúrulega varpa miklu sterkur ljósi á ótrúlega firringu íslenskra stjórnmálamanna sem virðast sko múra sig inn í þessu húsi og hafa ekki grænan grunn hvað er að gerast eða vilja ekki vita það og ef vitið þetta þá vil ég ekki gera neitt með það og ég held að ég er ekki alveg sammála þér var að þetta sé að gerast allstaðar vegna þess að ég held að íslensk stjórnvöld hafi sýnt fádæma ósvífni. Þarna kemur þjóðin á Austurvöll og lætur sko 20.000 saman, lætur ljósi skoðun, það er haldið þjóðfundur, það er kosið stjórnlagaráð, það er samin stjórnarskrá og það er þjóðaratkvæði helstu niðurstöðu stjórnarskrárinnar og þeir skella við skollaeyrum og láta sér vita ekki neina þessu, þetta bara kemur þeim ekki við að því að við ráðum og við erum íhaldssamir og þröngsýnir og erum sko og alveg augljós hvernig ganga erinda auðstéttarinnar hræðsla við nýja stjórnarskrá ég held að hún hafi fyrst og fremst verið vegna auðlindaákvæðisins að leyfa ekki þjóðinni að fá aðgang að eigin auðlindu það var held ég bara aðalmálið og segir náttúrulega mikið það hverra hagsmuna er gætt á alþingi og svo held ég að hef líka verið hræddur að þeirra völd myndi skerðast því það voru náttúrulega ákvæði sko, þjóðaratkvæði og ýmislegt svona sem losaði og líka að draga úr valdi framkvæmdavaldsins og auka vægi alþingis en láta það nú allt vera en ég held að þetta sé dapurlegur vitnisburður bara þröngsýna ósvifni og firringu íslenska stjórnmálafólks svo ég bara tæki stórt upp í mig. Það er nú samtilega það sem meina er að óánægja með stjórnmálamenn er ekki sér íslenskt fyrirbæri. Það veit ég. Það er eitthvað sem er bara eitt helsta einkenni samtímans. En veist eitthvað dæmi það sem hefur verið gengið í þessu lýðræðisríki, það sem hefur verið gengið svona í berhaug með eitthvað vilja sem þó hefur verið leitað eftir hjá þjóðinni eða hún sýnt. Við skulum bara taka Brexit sem dæmi. Hverjir voru ánægðir með það? Það munaði 1%. Þetta eftir engum í Bretlandi í hug annar að fara eftir þó að eiginlega allir hafi verið óánægðir með niðurstöðuna og séu það enn. Já, nei, ég var bara að segja að sko almenn óánægja, það var hinn stóra árleið hrunsins en ekki sko bjartsýni nýja stjórnarhætti sem var þarna í smá tíma. Já, og það ég held að, og allt gott það að segja sko. En mér langar aðeins til þess að minnast á það sem ég hef gert mig grein fyrir bara nokkur nýlega að frá því ég fór að stúdera hvernig nýfrjálshyggjan var innleidd í Bandaríkjunum og Bretlandi og síðan á Íslandi lærði ég þegar ég las Eimreiðin eftir Þorvald Logason að það var sett fram ákveðin aðferðafræði af bandarískum
lögfræðindi sem hét Powell, The Powell Memorandum árið 1971 hvernig ætti að innleiða þessa iðnaðar markaðshyggju hugsun taka yfir háskólana, sérstaklega hagfræði og viðskiptadeildirnar, taka jafnvel yfir menntaskólana eða high school, þar sem að börnin lærðu hvað væri mikilvægt að vera frjálshyggjumaður og taka síðan yfir miðlana, taka yfir hæstarétt og réttarkerfið, taka yfir bara almennt alla hugsun í landinu og það einmitt það sem að Hannes Holmsteinn með Davíð Oddssyni tókst að gera á Íslandi og það eru þessi öfl undir niðri sem að halda þessari nýju stjórnarskrá ofan í skúffu. Ég alveg viss það. En þarna þetta lýsa svo markvissri aðferðafræði að sko aðferðafræðin sem var verið að þróa þarna, semst eftir hrunið sem við vorum að lýsa, hvort sem það hét Maur og þú, það var alls konar aðferðir reyndar, svona lýðræðislegar nýjar grasrótra aðferðir, þá spyr maður sig bara, eru það nógu öflugar? Sko, þær eru öflugar kannski til að ná fram einhverju sín, en hvað hefði eiginlega þurft að taka þá við, sko, til þess að þetta náttúrulega engin smávegis skákmaður, mótherji. Þetta hið eilífa dílema, ég meina að einhvern veginn, að vilji fólks sé einhvern veginn eitthvað ráðandi, heldur að almenningur vilji stríð? Nei, almenningur vill ekki stríð. Þeir eru teymdir út í það af svo hvernig fórustu sauðum sem hann sagði konar í útvarpinu jarma tóma vitleysu og þannig og fólk talið trúum og svo framvegis, þannig að sko þessi gildi sem komið fram á þjóðfundinu, þau eru nefnilega mjög algild og held ég að séu ríki hugum sko flest venjulegs fólks. En það er alltaf verið að afvega leiða þeim sem að völdin og peningana hafa og geta hafa öll meðul til þess að manipulera með fólk og hugmyndir. En það er svolítið sant, það sem ég var kannski eins og, ég er ekki að gagnrýna orðin eins og heiðarleiki, það er auðvitað bara mjög gott, en maður hugsa, akkur ekki réttlæti? Það var líka. Já. En ég er að meina, það er eins og samt, mann virði stundum eins og kapitalismin einmitt eða frjálshyggjan hafi svona auðvitað geta raunverulega keypt upp eða svona tekið yfir þessar pælingar og einhvern veginn náða fólk hafi verið ánægt bara með að hafa tekið þátt í að gera eitthvað. Ég held að það sé alveg svona líka verður spurning sem að er ekki fjallað við myndinni en sem að maður kemst ekki alveg undan, sem er það að þjóðin kaus stjórnarskrá, en kosningaþátttakan var 37% sem er óbúðslega lítið í landi þar sem að kosningaþátttakan almennt 70-80% og það verður bara að segja þess að þráttur aðeins til að byrja með, þá virtist sjóðir bara að stoflutin ekki hafa neitt mikinn áhuga á þessu máli og sama tíma allir var rífast æsir. En það var líka farið í áráður gegn því að fólk færi að kjósa. Nákvæmlega. Og fjölmiðlar voru alveg ótrúlega áhuga lausir stjórnarskrána, alveg ótrúlega áhuga lausir og þá sjaldan þeir sko lögðu eitthvað til málana, það var yfirleitt bara vitleysan tóm. Já, en það er samt, fólk hafði kosningar og það kýs í alþingiskosningum og það má spyrja sig hvort það sé önnur atriði eins og var aðeins farið í myndinni, eins og til dæmis það að landið eitt var eitt kjördæmi sem manni finnst sanngjarnt, en kannski fannst stundum á landsbyggðinni sem að þetta kæmi sér ekki alveg við á sama hætti. Kannski var eitthvað, eftirmæli hrunsins eru fyrst og fremst andúð á elítum, hvort sem það eru efnahagselítur eða menningarelítur. Jafnvel, og það má kannski hugsa hvort að mörgum hafi fundist þetta vera, þarna er einhver svona miðbæjar elítarsvöldið sem var reyndar það fólk sem hafi mest gagnrýnt góðærið en eigi að síður Ég hugsa að það hafi aðeins, að til þess að kemur þetta fram í því sem Katrín Oddsdóttir segir að hún er bara útskýra skiljanlega hafi, en maður vantar svolítið samhengið inn í samræðinu fyrst í myndinni og hún er að svara einhverju spurningu og hún segir, já, augljóslega eru fleiri kannski svona fleira frægt og þekkt fólk í stjórnlagaráði heldur en sko, þú veist, maður skilur það er betra að hafa einhvern þekktar einstaklega heldur en einhvern óþekktar rútubílstjóra að austan. Já, og líka vinna bara með hennan ógnar stóra kjörlista þá einhvern veginn verður það er ekkert óeðlilegt að það Mér finnst líka erfitt einhvern veginn átta mig sko á því að horfa á heimildamyndina
og sem einhver sem var ekki viðstættur horfa á mig, nei, að gera sér grein fyrir umfangi þessu verkefnis. Hann, Steve, leiksturinn, sagði í spurtasvara eftir á hann hefði reynt að ná sambandi við sjálfstæðisflokkinn eða einhverjum þaðan og það í svona pínu setti fram the conservative forces þarna í lokin sem stóra mótstaðan einhvern veginn, alveg með stóru sé conservative, en við fengum ekki að heyra í þeim í myndinni einhvern veginn og það voru allir nokkurn veginn sammála af viðmælendunum út á götu og í Sundi, við vorum á Austurstræti og í Vesturbæjarlaug. Það var ekki mikið stærri rættu, sér þetta tókuði rúntinu upp á Laugar í Þingeyjarsýslu. En já, maður hugsaði með sér, þú veist, já, hversu víðtæk var þessi umræða, hvað var þetta sannarlega á allra það var hvað, 30% kosningaþáttaka, hvort hann hefði bara rampað á helst eldhöguna, eða þú veist, já. Er ekki samt þetta mál svona sem að við getum með tala um það, hvort það var áróður eða hvað það var, hvort fólk var búin, en svona, það hefur nú komið fram í umræðu samræði fólk sem svona duglegast að halda stjórnarskráni á endurbætum á lofti að þetta er umverulega áframhaldandi starf. Það þarf náttúrulega rosalega mikið að vinna áfram í því og ekki og hver ætlar að gera það sko? Já, það verðist nú kosningar alltaf næstur, það verðist engin flokkur sérstaklega að vera að berjast fyrir stjórnarskráni eða Katrín gerði einhverja málumilnum að þetta ætti að vera tekið gildið 2025 með grunn að það verður nú ekki það mun nú fljótt gleymast, þannig að ég er algjörlega sammála Þórhildi með það að það er auðlinda ákvæði sem að held ég sem finnst ókveikjandi sem að hafa mikil völd, en ég held líka að ný stjórnarskrá ef hún hefði komið 2010, 11, 12 það hefði verið bara svo mikil tákgræn aðgerð. Nú er gamla danska stjórnarskráin frá 1874 hefur ekki lengur konungsveldi sko, núna er nýtt lýðveldi, ég held sko tákgræn gildinar hefur verið óbóðslegt þá, það er miklu minna núna en síðan er þetta með auðlinda ákvæði sem er náttúrulega bara mikilvægt og það er að auðlegð þjóðarinnar sem er fyrst og fremst fiskurinn í sjónum en orkan og allt þetta það sé eigu þjóðarinnar ekki ákveðna aðila og alltaf þegar mögulega engangi Evrópusambandið myndi gera það verkum að þetta eru tekið og fara á höndum og nýja stjórnarskráin alltaf tilraunir í þá áttina hann alltaf reyndi að stoppa þær en það þýðir ekki þessi ómögulegt, það er bara erfitt. Það var fundur haldinn í fyrra, ég fór þangað og tók einmitt kipti fólki sem var í salnum inn í samræði bara í Háskólanum í Reykjavík þar voru sagt, fólk úr stjórnlega opaslega fyrir vonbrigðu, þá var heldur Katrín að kynna niðurstöður vinnuhóps og það var ekki gefið það var eiginlega ekki gefið færi á neinum samræðum þannig að það sem að manni finnst svolítið skrítið að það er einmitt risastór málefni sem augljóslega skipta okkur bara höfuðmáli í framtíðinni eins og auðlindamálin að þau séu ekki eins og til umræðu að það sé bara einhvern veginn annarkvort eftir á móti nýju stjórnarskráni eða ekki sko, að þetta skuli ekki vera boðið upp í samræðu við sérfræðinga. Hvað fannst þér það, Kristín Vala? Men hefur þér eitthvað verið boðið er þessu máli svona haldið vakandi? Nei, mér hefur ekkert verið boðið inn enn að samræður og það ég held að það er ekki bara auðlinda ákveði, það er líka náttúruvendar ákveðin sem eru held ég standa í fólki og náttúrun hefur enga rödd á Íslandi, það má bara vaða hér yfir með fiskeldi í hverjum firði og nú eru að planleggja vindorku upp á hverjum hrygg þannig að vitalega myndi þessi ákveði skipta máli ef að nýja stjórnarskráin hefði verið innleidd. Já, svo sannlega það. Og það er ekkert orðið seint. Ég meina það er alveg hægt að gera þetta vettalega. Það þarf einhvern veginn að þrýstu og það þarf gjörninga fólk, það þarf mjög marga til að gera þetta. Á þessu tíma þegar við verðum að semja stjórnarskrána þá var þetta ekki orðið svona ljóst að náttúrulega þyrfti sín málsvara eins og núna það er miklu meira ásum en þetta er náttúrulega bara er undirstrykka sem ég var að segja á það að það er þeir sem hafa hér völd og peninga sem ráða ferðin inn á Alþingi og þeirra hagsmuna er gætt ekki náttúrunar, ekki almennings ekki lýðræðis en aftur á móti að tala litla þáttökuvalur að sko Íslendingar voru og eru afskaplega lítið meðvitaðir stjórnarskrá yfir höfuð. Henni var aldrei haldið, heyrðu við eitthvað stjórnarskrá þegar við vorum í skóla.
Ekki lærði ég neitt Ekki ég heldur. ég mun eftir Nei, ekki, kannski kom það einhvern tíma í einhverju félagsfræði, einhvern tíma í menntaskóla, ég veit það ekki. Jú, eitthvað smávegis. En þetta var ekkert sem að þjóðin var meðvituð að væri svona eitthvað sem skipta okkur máli. Við tek bara svo í Þýskalandi, þá fá öll börn í Þýskalandi fá stjórnarskrána í hendurnar. Í Svíþjóð skils mér líka Já. bara í barnaskóla. Já, þannig að þetta það er ekkit, það er að Íslendingar hafa bara, ég vildi ekkit svo verið mikið að hugleiða gildi eða nauðsyn góðra stjórnarskrár. Ég held að það sem er alveg rétt. Ég líka var í barnaskóla í Noregi og þar fannst mér miklu meiri svona lýðræðismenntun og maður lærði þrískiptingu valds og frönsku byltingun og allt þetta. Jú, það er náttúrulega bara að góma hér líka. Jú, mann fannst þetta Já, það var nú fyrst löglegt á Vestfjörðum hérna 90 eitthvað og sami maður gæti ekki handtekið og dæmdi, þannig að það hefur nú ekki alltaf verið í háum haft. En já, fólk kannski tekur hérna lýðræðinu sem of gefnum hlut stundum, en þarna var tækifæri til þess einmitt að ræða þetta og var reynt og það er bara sorglegt að það skulle ekki hafa komið meira úr því að því að mann hefur sagt að þetta verið svona hvað ef saga hrunsins, þarna hefði verið að fara einhvern bjartari og betri leið með nýri stjórnarskrá með einhvern veginn betri umræðum hérna og þú veist, og kannski ekki ISF hérna deilu, en við fórum bara í vitlaus átt þarna og þú veist, einhvern veginn verið að komast tilbaka En hvað með í þinni menntun og nú er lýðræði sett inn sem stöpull í mennta dagskráni hjá menntamálaráðherra þegar Katrín var það, þá kom inn sjálfbærni og sem ég var mjög ánægð með og tók eitthvað þátt í að tala og svo var það lýðræðið. Lærðið þú eitthvað lýðræðið? Algjörlega, já, ég líf eftir við því, það var alveg góð og þetta var bara maður þurfti að, það var ekkert rosalega spennandi hendur þegar maður var látið að lesa. Spennandi hvað er stjórnarskrána? Nei, maður lærið náttúrulega margt sem að maður ekkert Já, en ég meina stjórnarskrá maður ætti nú að muna maður hefði stjórnarskrá Íslands svona eins og En jú, algjörlega, En einmitt, en kannski þú veist, það hefur náttúrulega algjörlega áhrif að það séu svona reisastór þjóðarverkefni í gangi sem síðan bara fá að fara upp í, kannski ekki skúfu en upp í hillu og einhvern veginn og þetta er svona rosa mikið svona, þetta er ekki mikið traust í samfélaginu þessu tíma og kannski kaldhænislegt að vera að fá eitthvað svona mega lýðræðismenntun á svona tímum einhvern veginn þegar traustið er ekki neitt og maður veit ég hvað sjálfstæðsflokkurinn en maður veit ekki meir Geir og Nemi Davíð og öll þessi slagorð þannig það er líka Já, en það er lýðræði þarf að vera lifandi fólk þarf að taka þátt ef fólk tekur ekki þátt þá endur við með eitthvað ömulegt fólk á alþingi sem gerir bara nákvæmlega það sem er síðnist ef að við erum ekkert með þrýstihópa og halda þeim við efnið Hún var mjög sterk rödd þarna, Sólveig Pálsdóttir kom þarna sem var vegfarandi á göttinu og sagði bara að þetta væri gott að þeir var að spyrja þessara spurninga og hún vildi bara segja að þeir var að pæla í lýðræði á Íslandi, það væri nú bara ekkert lýðræði og svona, þetta væri bara glansmynd allt saman. Þetta er allt bara sölutryggs, þetta væri Já, ég held að þetta er þetta var frábæru búndar í hann en svolítið held að við svona afskrifum alveg Já, ég er alveg sammála því full Já, ég get nú ekki þetta var mjög sterkt hvernig það kom út úr henni mjög snöfurleg þessi stúlka og margt gott sem kom út úr henni en aftur á móti held ég að hluti af andstöðunni við stjórnarskrána var akkurat það að það var að finna alls konar ákvæði sem gátu kalla þjóðina til ábyrgðar og virkni og það kæra stjórnmálamenn sig ekki þeir kæra sig ekki að við séum að þvælast fyrir þeim Þú ert fyrrverandi þingmaður og þekkir þetta kerfi bara utan frá sem innan Já ég get nú ekki sagt að ég hafi verið yfir mig imponeruð af þingi því ég var þar og sérstaklega svona því ég talaði svona eirangrum ég fannst aldrei fyndið að hvað fólk margir þar virtust uppteknir af því að halda
að sko þjóðin gerði ekkert annað heldur að fylgjast með hverju einasta orði sem þarna hryti að vörumanna og þarna því það var alltaf við að hnippa í mann og segja, ætlar ekki að svara eitthvað svona, kannski maður hélt eitthvað að ræðum eitthvað og svo kom eitthvað kallar alltaf og hafði eitthvað aðra skoðun og þá var alltaf verið að koma að hnippa í mann og segja, ætlar ekki að svara menn, ég er búin að segja það sem ég þarf að segja. Já, en þá var þess að ég held að það væri allir að sko fylgjast með bara og ætlar hún ekki eiga síðasta orðið af því að allir væri að fylgja mér fannst þetta allt svo broslega sjálfhvert og einhvern veginn asnaleg því ég held að bara almenningur sé ekkert rosalega mikið að fylgjast með því sem að svona sko frá orðið til orð því sem gerist inn á þingi, ég held ekki. Nei, þetta er spurningin en að það tókst heldur betur að mobilisera þjóðina með og móti æsif. Það er líkast til, já. En það er engin flokkur núna að mér vitandi sem að er að setja stjórnarskálmálið á oddinn fyrir næstu kosningar er einhver þannig að þetta virðist ekki duga til þess að mobilisera fólk. Eitt glúmst samt áráðusbragð er það þegar samfylkingin ákvaða að sko það væri ekki lengur svona kosningamál stjórnarskráin ekki frekar en Evrópubandalagið og hvað var eitt enn eitthvað? Vinna ekki með sjálfstæðisflokknum var eitt Hvað séu þið? Vinna ekki með sjálfstæðisflokknum Já, var allavega svona sem maður ætti sko, voru ekki að segja það væri ekki á stefnuskránni en væri ekki svona í frontinum að þá, þetta er atriði sem að sko andstæðingar þá svona hinum megin er alltaf að tíunda enda samfylkingin hefur tekið það af dagskrá þú veist, þeir nýta tækjum þetta að segja, jafnvel þeir sko samfylkingin er búin að missa trú á stjórnarskráni. En er það ekki bara spurning hvort að þurfi þessi vettvangur, þjóðarinnar sem sagt og umræðunar sem er þá sem sagt, allir koma saman eins og þarna fræðafólk, listafólk almenningur, allur, bara fólk úr öllum þessu mismunandi áttum blaðamenn sko þurfa að koma saman fyrir utan, það er ekki þetta treyst, það er ekki þetta býða eftir því einhver flokkur gerir þetta að kosninga, það verður einhvern veginn að ræðum þetta og bara eiginlega þröngva, er það ekki flokkurum til þess að taka afstöðu til þess, eða hvað, er það ekki? Þeir eru bara búnir að því. En haldið þessi ekki von? Það er ennþá hægt að segja, mynda einhvern hóp sem að segja, ég ætla að kjósa þann flokk sem að setja stjórnarskrána á dagskrá. Það er alveg hægt. Já. Ég held að það myndi bara því miður ekki skila miklu. Hvað finnst ykkur núna svona, finnst ykkur ekkert vera svona blikur á lofta, finnst ykkur ekki einhver svona hrun stemning vera komin aftur? Jú, það er svona, dansin er að hefjast aftur, finnst mér. Hrun á dansin er hafinn, held ég. Og haldið að við verðum svona, við munum með mitt taka okkur saman og halda áfram með búsáaldabyltinguna. Ég veit það. Værið þú til að vera til í svoleiðis, Sölvi? Ég svona gýraðist alltaf upp að sjá myndefni en ég var líka alltaf smikur eins og þeir sé efni úr búsáaldabyltingunni. Jú, kannski er þetta mynd sem býr til svona FOMO hjá yngri kynslóðinni og reisir hana út. Já, vil ég vera í næstu mynd sem sagt. Það er náttúrulega alltaf allir tilbúnir í síðasta stríð sko við sem að munum eftir hruninu, við erum alltaf undirbúin undir næsta hrun, því síðasta kom eitthvað svo rosalega mikið óvart og býslega, en það næsta getur líka verið eitthvað allt öðruvísi, en það sem maður faktist óttast er að ef að eitthvað svona álíka óhrumdar ástand gerist sem að myndi þá líklega sannleiks hrunið byrja í Bandaríkjunum og breiðast út þaðan, að það verði ekki endilega jafn krúttlegt eins og búsáaldabyltingin þrátt fyrir allt var og það var nú kannski bara lítið kraftaverk. Af hverju? Vegna þess að ég óttast að bara þjóðir sé að klofna það mikið að samt þrátt fyrir allt og má ekki gleyma því að búsáaldabyltingin var krúttleg, hún var svolítið samstilt, það voru bæði mótmælendur og lögreglur fylgdu ákveðnum leikreglum og það var svona samþykki ráðum að ganga ekki of langt af því það hefði mjög auðvitað geta farið mun verr og tíma þá þegar lögreglumenn voru bara búnir á því þá gengu mótmælendur í störf þeirra og tóku það sér að verja Alþingishúsið og þetta var þarna saman þetta er strátt fyrir allt ein þjóð sem að gæti mögulega að koma sér saman nýja stjórnarskrá að vildi. Ég verð að segja, ég saknaði svo þessari mynd fyrir ekki, þetta var bara mynd sem var þetta ferli og þetta langa tímaspann en maður hugsaði, það hafa verið gerðar góðar myndir og það var gaman að safna þeim saman nánar búsáaldabyltinguna og hvað var í gangi, þetta fulltrúar úr, það var ekki bara þú frá kvennalistanum, það fólk úr
hinsegin baráttunni. Ég var ekki fulltrúi kvennalistans. Nei, ég er að meina sko sem kemur með sína þekkingu sem hafa verið berjast eins og Hörður Torfason búin að vera að berjast fyrir rétti samkynhneigðir í mörg ár, hann kemur þarna sterkir, það koma margir sem hafa verið að berjast á öðrum vettvangi og taka höndum saman. Mér fannst eitthvað svona, ég hugsa að það væri gaman að sjá svoleiðismynd, en fyrir ekki, Nei, því það er alltaf verið að berjast söguna og söguskilningin og sem er að vilja setja sem bara svona harmleikur auðmanna á hvað það var vegið að þeim og aðrir hafa vilja meina að búsælubyltinguna hafi verið, ég veit ekki, maður hefur átt hugtakið atvinnumótmælendur, ég veit ekki alveg hvað það er eða hverjir það eru sem að eiga borga fyrir það að fá borga fyrir það. Það er líka, sko, það er í gangi alltaf, sko, þessi lúmski áróður sem er svo merkilegur, það hefur tekist að koma óorði á það að vera yfirleitt á móti nokkur sköpuðum hlut. Það heitir að vera bitur, leiðinlegur, þú átt að vera svo jákvæður, þú átt að jarma alltaf með, annars ertu svo leiðinlegur og í alvöru, þessi áróður er lúmst alltaf í gangi. Við erum búin að breyta samfélagum í afþreyingarsamfélag. Það er allir ekki alltaf að vera að skemmta sér. Og þú ert ekki að taka þér enn tíma, hvorki sem einstaklingur í hóp til þess að pæla í fleiri möguleikum, sko. Og svo náttúrulega líka svolítið ofvaksin einstaklingshyggja. Það er allir bara að vera að hugsa sig og hvernig ég lifi sem lengst og sem búið til minningar og gæða stundir. Jákvæðnis stund. En þú veit, einmitt bara ég og þarna og við sjáum þetta alltaf í listunum, mikla áherslu á ég en lítil samfélagssýn og þetta er allt sama svona liður í því að deyfa okkur þannig að við séum ekkert að skipta okkur að miklu utan okkar litla en það er nú heilmikið af skrifum frekar nýlegum og úr mörgum áttum frá mannfræðingum til taugalífeðlisfræðinga og allt þar á milli að við höfum þróast til þess að vera saman, standa saman en ekki bara sem ég einn og ég er bestur eins og hefur verið ríkjandi undanfarna áratugi. Það var eins og þú segir Valur, þetta kannski magnaði kraftur sem var hérna í samstöðinni verður síðan að einhverju minningu annarkvort einhverju bara lélegum brandar eða krúttlegri búsvöldabyltingu og verðum við ekki að læra þá að því að ef við erum í samstöðinni þá er allavega að verða að passa okkur að láta ekki skipta okkur síðan niður í flokka eða þú ert því æsseif, þá skiptist fólk svolítið í flokka og það getur orðið aftur þannig ef við ætlum að reyna að taka upp tala auðlindir, tala náttúruvernd, tala lýðræði réttlæti þá er auðvelt að þekkjum við þessa hugmyndafræði eins og þú segir áróður en þá munum við fá eitthvað þá verður sett eitthvað á dagskrá sem að tekur hug okkar allan og þú veist það er alveg eðlilegt að fólk hafi skipta skoðanir og bara aftur á búsælubyltingu. Fólk hefur ekki skipta skoðanir auðlindirnar nefnilega. Nei, því það er nefnilega, ég held að spurningin þurfa að vera miklu skýrari varðandi það. Þannig að þegar fólk, og það er svona kannski í staðinn fyrir að vera endalaust að tala nýja stjórnarskrá sem að sér ekki ná fram á ganga, þá ætti ég bara að taka þetta ákvæði og bara einblína á það, þannig að fólk skilji hvað það snýst og þá er þetta að skipta sér í dilka eftir það en þá er þetta alltaf orðin umræða eitthvað nauðsynlegt og haldbært og þannig að ég held að það getur kannski verið leiðin fram á við. En var það ekki sem Katrín var að reyna að gera einhver leyti sko? Búrtasaumur. Já og þá komum við stoppa upp í stjórnarskrá. Það þarf svolítið að gera þetta, við þyrftum kannski að gera þetta svolítið upp svona og vita hvað er næst í nýja byltingu. Verður ekki sagt að það sé mikið ákall úr samfélaginu. Nei, þessi stjórnarskrá verður aldrei inn. Nei, hún verður aldrei. Hún var búið að grafa honum í skúffu en við þurfum hins vegar að breyta stjórnarskrá. Já, og það hefur þurft að gera það í áratugí og það er búið að hlæja í þessi umræðu sko, það má nú ekki rasum ráð fram og það má ekki breyta á miklu og eitthvað svona þegar sko, þannig að maður fekk nú alls konar svona upplýsingar með þessu stjórnlagaráð og til þess að meðan líftími stjórnarskrá með sko milli breytinga ekki náttúrulega algjörlega milli breytinga eru 5 ár og þú veist, mann reykur í rógastansi sko, við erum náttúrulega með stjórnarskrá sem er sko, komið á annað 100 ár og varla breytt orði og svo bara koma svona lögspekingar og stjórnmálafræðingar sem voru alltaf afsvarlega svektir að þeim fengi að gera og finnst þeir að gera þetta og þetta verður þeirra engamál
þarna, já það má ekki sko vera breyta öllu og ekki á mikið og ekki á hratt og eitthvað svona og allir segja já það er alveg rétt Nei, en öll lögfræðingastéttin sem að virðist nú vera svolítið valdamikið hér á landi hún setti sig á móti þessu Ég veit því að þeir fengi ekki að skrifa Ég veit það sé að segja Þeir fannst þetta og Mér fannst það það var mjög einkennilegt. athyglisvert og heldur heilu ráðstefnunar upp í háskóla með þarna stjórnmálafræðingum og lögfræðingum sem að voru sko á móti þessu og þeir kölluðu ekkert aðra til Nei, það bara við hérna tala við sjálfa sig tala við sjálfa sig og gera það ljóst að það eru við sem ráðum og eigum að hafa valdið að við höfum mest vita á þessu En auðlindirnar halda áfram að vera til og auðnum heldur áfram að vera misskipt þannig að það vandamál Við erum bara að nota það allar Já, ég er alltaf ennþá til eins og komið þannig að það er kannski spurningum að fara að reyna að hugsa það meðan það reyndar Ef ekki bara hvetja þá hlustendur og áhörfundur til að fara á þessa mynd, hún ekki sýnd? Jú, hún sýnd annað kvöld eða þriðdaginn kl. 5 Já. í Háskólabíói aftur og hún hluti af flokknum Við erum mótmælir allir sem hugmyndir einmitt að gera nákvæmlega þetta að taka púlsinn á lýðræðinu, efla til samræðna við erum með 5 myndir og við erum að taka púlsinn bæði á Vesturbakkanum Palestínu, Úkraínu, Serbíu og ein aðgerðisina í París umhverfisaktivistar, harðsvíraðir Ég fór líka á myndina í gær hérna Palestínu og ég ennþá lömuð eftir að horfa á hana Nó aður land landlaus Já, klukkan 9:30 í gærkvöldi Hún hefur verið hræðileg Hún var hræðileg, já En góð mynd í sjálfu sér ég bara vil hvetja alla til að fara að sjá þessa mynd ég veit ekki hvernig hún verður sýnd næst en þú getur kannski flettið upp Ég get flettið upp og ég segi það í mikrofónu og sérstaklega bara alla alþingismenn Þeir ættu að fara að sjá fara þarna og hérna verða kjaftstopp og hugsa sig Já, þeir finna eitthvað skýringar. Ég held að sko bara svo að með þessi mynd sem við vorum alltaf að horfa á þarna stjórnarskram, mér finnst hún vera svona þau uppi staði fyrst og þess bara áfættisdómur yfir íslensku stjórnmálastéttinni. Ef að hafa það bara sem lokaorðin hérna. En hún stendur ekki í lappirnar. Þessi stjórnmálastjætt. Hún stendur einmitt í lappirnar. Já, en ekki fyrir okkur. Nei, já, það allt annað. Hún stendur mjög vel í lappirnar. Fyrir þá sem fyrir sjálfa sig. Fyrir sjálfa sig og fyrir valdið og penningan í landinu. En lýðræðið of mikilvægt að stílið alfarið eftir í höndum stjórnmálamanna. Við verðum alltaf að taka... Það nefnilega það. Alveg sammála því. Ég hef nú alltaf veik fyrir því að þegar ég kjósa alþingi bara, þegar ég bara vera slembjúrtak úr þjóðskrá. Mjög svag fyrir svoleiðis. Mér finnst að það var einhvers konar miklu nær lýðræðinu en ég bara hugsa mér ekki hægt að endurvekja einhvers konar þjóðfundi sem kæmi eitthvað svona slembúrstak á þjóðinni valið eftir svona því þetta passa landshlutan og kynin og eitthvað svona og aldur sem kæmi saman einu sinni í mánuði og í rauninni héldi alþingi allan veturinn, allt árið héldi þing, meina ég, og fjallaði líka þau mál sem eru til umfjallar á alþingi. Þannig að við hefðum svona sýn innan gæsalpa almennings á það sem að stjórnmálin að fást við. Borgaralegu vettvangur samræðunar. Við byrjum nú hérna við rauðaborðið á samstöðinni en við þurfum að vera svona þetta er bara heyr. Ég held að geta verið mjög athyglisverð lýðræðis væðing vegna þess að ég held að þegar fólk kallað til ábyrgðar þá rís það undir ábyrgð. En þegar við leifum öllum að vera í ábyrgðarleysi af því að þeir þurfa ekki að gera bara að kjósa einu svona 4 ára fresti að þá finnur fólk ekki til eigin ábyrgðar á samfélaginu, rekstriðs og lýðræðinu. En kalli kemur ekki frá stjórnvöldum þannig að kalli verður að koma frá okkur sjálfum. Já, við erum að kalla hvort annað, minna hvort annað á. Ertu nokkuð með tíman á Palestínumyndinni? Mér syns þetta vera seinni sýningin í gær. Það sem gæti gerst náttúrulega að verðlaunamyndirnar verða sýndar í lokavíku. En eins og ekki önnur sýning á dagskrá. Þetta var Árif. Hvað hétt flokkurinn segiru? Við erum mótmælum allir. Flottur
mótmælum öll, eða allir, já. Sölvi Halldórsson, rithöfundur og kynningafulltrúi RIF, Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur. Þakka ykkur hjartanlega fyrir að koma að Rauðaborðinu og ræða myndina Ísland á vegi lýðræðisins, franska heimildamynd á RIF, og mér heyrist vera bara nokkuð augljóst að við þurfum að halda samræðin áfram og kalla fleiri til. Kæra þakkir hlustendur og áhorfendur og við höldum áfram að ræða málin hérna við Rauðaborðið eftir smá stund. Þarfst hann að tala borgarfulltrúa? Frá 15. júlí til 12. ágúst verður hægt að hringja í síma 850 65 50 á mánudögum milli 10 og 2. Við viljum gjarnan heyra frá ykkur.